Já, ég heiti Sigrún Alba Sigurðardóttir og ég rithöfundur og ýmislegt annað, sýningarstjóri og doktorsnemi. En þegar mamma mín dó 10. bókin mín og 3. bókin sem að skilgreina má sem skáldsögu eða sannsögu. Þegar mamma mín dó sannsagan. Hún hefst á setningunni: þegar mamma mín dó vildi ég ekki fara frá henni. Og bókin fjallar reynslu mína sem aðstandandar að ég að fylgja dauðan einstaklingi síðustu vikunar. Hún fjallar líka það kerfi sem við höfum búið deyjandi fólki á Íslandi og aðstandendum. Síðustu vikunar í lífi hvers einstaklings eru mjög mikilvægar, bæði fyrir viðkomandi og líka fyrir aðstandendur. Og við lendum öll í því, langflest lendum við í því að þurfa að fylgja nánum aðstandendum síðasta spölinn á einhverju tímapunkti, og þetta ótrúlega mikilvægur tími sem að lifa með manni alla tíð. Og mér finnst í rauninni of lítið talað þetta tímabil. Ég finn það frá fólki sem hefur lesið bókina. Það eru mjög margir sem að tengja við þetta. Ég að fjalla mína persónulegu reynslu, en leið ég að fjalla sammannlega reynslu og mikilvægt tímabil í lífi fólks. Og ég held að ef það hlúð betur að aðstandendum dauðvona einstaklinga, þá verið að gera svo margt gott líka fyrir þann sem deyjandi og fyrir samfélagið í heild. Ég held að skil sér margfalt til baka. Forlagið.